KEA hefur árlega afhent styrki úr menningar- og viðurkenningarsjóði félagsins og í vikunni rann upp 80. og 7. skiptið sem slíkir styrkir voru veittir til samtals 46 aðila, alls 13,5 milljónir króna. Vegna heimsfaraldursins fór engin eiginleg athöfn fram, styrkþegar mættu í menningarhúsið Hof á Akureyri og tóku þar við viðurkenningarskjölum. Styrkúthlutun tók til 4 flokka, menningar- og samfélagsverkefna, rannsókna- og menntamála, ungra afreksmanna og íþrótta- og æskulisfélaga. En hver ávinningur KEA með þessum styrkveitingum? Við verðum mjög var við það að miðað við bara hvað fjöldi umsóknar mikill, að þetta mjög nauðsynlegt í þetta bara blómlega menningar- og atvinnulíf sem eru hérna. Og KEA hefur náttúrulega bara í öll 135 ár sem við höfum verið starfandi gefið tilbaka til samfélagsins. Mikil ásókn í þessa styrki? Já, gífurlega. Við erum að fá alltaf 140 umsóknir á ári hverju, þannig að þetta alltaf jafn vinsælt að sækja hjá okkur. Og þörfin mikil, enda frábærar umsóknir sem við fáum á hverju ári og erfitt úr að velja. Fylgist þið með því styrkuhöfum, verðið þið vör við að þessi styrkir komi að góðu notum? Já, sem betur við þá heyrum við oft frá fólkinu sem fekk styrkin og þakka okkur virkilega fyrir. Því þetta eru kannski aðeins öðruvísi styrki heldur en fólk fær og þess vegna kemur þetta að góða notum og við setjum ekki skilyrði fyrir notkunina á þeim. Þetta fer svona beint til styrkþegans. En á sviði menningar- og samfélagsverkefna og íþrótta- og æskulismála, starfsemin lífleg sýnist þér þegar þú horfir yfir sviðið? Já, það verður að segjast bara Eyjafjarðarsvæðið og raunverulega hérna Austurfirði. Það alveg ótrúlega mikið menningarlíf og blómlegt og bara skortur auðvitað fjármagni til að halda upp í þessu virkilega góða fólki sem hérna lifir og hrærist í menningarheimnum hérna hjá okkur. Guðrún Rósa Þorsteinsdóttir, formaður Sundfélagsins Óðins á Akureyri. Þið fenguð styrk, hvaða þýðingu hefur þessi styrkur fyrir ykkur? Bara mjög mikla þýðingu. Þetta bara frábært að fá hana styrk núna. Það sem við erum að fara að halda aldursflokkameistaramót Íslands í Sundi núna í júní, síðustu helgin í júní hérna á Akureyri. Og þetta stórt mót og það kostar mikið að halda þetta mót. Þannig að styrkun kemur svo afar vel fyrir okkur. Sóttuð þennan styrk sérstaklega vegna þessa móts? Já, við gerum það. En Óðinn varð nýverið fyrirmyndafélag innan Íþróttasambands Íslands. Hvað þýðir það í raun? Það bara mjög mikið viðurkenning fyrir okkur. Það viðurkenning okkar gæðastarfi að þegar við uppfyllum þá gæðakröfur ISI í okkar starfsemi í Sundfélaginu Óðni. Og þetta felur auðvitað í sér að við þurfum að móta okkur stefnu fyrir okkar starfsemi, til dæmis fræðslu- og forvarnastefnu, jafnréttisstefnu, við þurfum að móta okkur að gera okkur siðareglur, móta siðareglur fyrir félagið og þetta þýðir það bara við þurfum að fara í gegnum starfsemi félagsins og uppfylla þessa gæðakröfur og nú hefur fengið viðurkenningu því að við getum kallað okkur fyrirmyndafélag í ISI. Þannig að það stendur mikið til hjá ykkur? Já, það bara mikið gróska í Sundi á Akureyri og Sundfélagið bara hefur átt í 300 iðkendur og það margt spennandi framöndan hjá okkur. Þorgerður Sigurðardóttir, formaður Ferðafélags Akureyrar. Þið fenguð styrk til þess að byggja þjónustuhús í Drekagili eða halda áfram með bygginguna? Já, það rétt. Við fengum styrk til þess. Hvers konar hús verður þetta? Þjónustubygging sem sagt? Já, þetta hugsað sem aðstöðuhús fyrir, þá lausaumferð getum við sagt og tjaldgesti. Því það oft mikið álag á byggingunni í Dreka þegar margir eru og þá oft þröngt á þingi. Þarna verður nú til dæmis aðstæða til að þurrka fatnað og viðbúnað og allt svoleiðis, útbúnað sem fólk með, hjólafólk og annað. Það verður á efri hæðinni verður líka góð aðstæða fyrir til dæmis fararstjóra og rútubílstjóra. Þannig að þeir þurfum ekki að hírast í bílónum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. Þannig að það eru væntanlega margir sem hafa beðið eftir slíku þjónustuhúsi. Já, ég get alveg trú á því vegna þess að það mikil umferð þarna oft, svona lausaumferð sem við kallum. Fólk að fara svæði, það vill fá að komast einhvers staðar inn til að borða nesti og jafnvel að þurrka af sér og hjólahópar sem að hjóla yfir hálendið og svona og ekki síst tjaldgestir. Síðan þetta náttúrulega líka öryggisatriði vegna þess að þetta náttúrulega á hálendinu og þar allra veðra von og þarna tjaldstæði og það hefur komið fyrir að það hefur þurft að rýma tjaldstæði og koma fólki fyrir.
Og þessi styrkur frá IKEA, já, þetta svona gott lóð á Vogaskálarnar? Já, ekki spurning sko. Styrkir, það er alltaf gott að fá styrki og ég tala ekki þegar maður stendur í svona stórum framkvæmdum. Jakobína Hjörvarsdóttir, knattspyrnukona á Akureyri, þú ert í undir 17 landsliðinu, já það þýðir væntanlega að þú þarft að fara margar ferðir suður á æfingar. Já, maður fer dálítið oft. Það er ofta svona einu sinni í mánuði sem maður þurfi alltaf að fá frí í skólanum og finna gistingu sem getur verið stundum smá vesen en þetta bara fylgir þessu. En það á engin fast sæti í landsliðinu, þú þarft að berjast fyrir þínu. Já, einmitt, maður verður bara að halda sínu sæti og alltaf gera sitt besta. Hvernig staðið á bakvið þig? Hvernig stuðningurinn? Hann bara mjög fínn. Skólinn mjög skilningsríkur og hjálpar mér mjög mikið með þetta og svo ég bara góða ættingja fyrir sunnan sem ég fæ að gista hjá. En hérna á Akureyri, hvernig aðstaðan til æfinga? Ég kannski ekki mikið til að bera saman við en ég held hún sé bara ágæt og sérstaklega eftir að Baldvinsstofa kom sem styrktarstöð sem í Hamri þá það eiginlega bara frábært sem að bætti það mjög mikið. En sumarið, hvernig leggst það í þig? Já, það keppnistímabil þá framundan? Já, það leggst bara mjög vel í mig og við í Þór K ætlum klárlega að gera betur heldur en í fyrra og við erum bara mjög spenntir fyrir því. En þessi styrkur frá IKEA, skiptir hann þig miklu máli? Já, hann skiptir mig bara mjög miklu máli. Svona, sérstaklega ég get ekki fengið kannski almennilega vinnu og get ekki unnið með skóla því að fótbolti tekur svo mikinn tíma. Þannig að það er bara mjög fínt að geta einbeitt sig mikið á fótboltanum. Þannig já, þetta hjálpaði mig klárlega mjög mikið. Og ánægjulegt að geta rétt hjálparhönd. Heldur betur og myndum vilja gera meira.